Dögg Harðardóttir, kjósvel. Formaður ágætu ráðsfulltrúar. Forsetaembættið hefur mótast með þeim sem hafa gegnt þessu embætti undanfarna áratugi og einhverju hluta vegna hafa þeir sem hafa gegnt þessu embætti kosið að lifa í friði við þjóðina svona mestu leyti. Þetta náttúrulega höfum við verið að lifa nýja tíma núna undanfarin ár, en það er dálítið athyglisvert í þessari umræðu valdalausan forseta að í kosningum að þá koma oft flokkarnir og þeir vilja sinn mann. Það myndast oft fylkingar í forsetakosningum þar sem einn flokkur mælir frekar með einum manni heldur en öðrum af því að hann eitthvað staðar staddur í pólitík. Og það leiðir nú hugan að því að forsetinn hafi nú kannski ósýnilegt vald sem hvergi skráð og kannski hugsa menn sem svo að það sé bara gott að hafa sinn forseta til dæmis við stjórnarmyndunar viðræður. Ég styð það að forsetinn hafi það vald áfram. Ég ætla nú bara að minna ykkur á hvað gerðist innan borgarstjórnar Reykjavíkur þar sem flokkarnir koma sér saman borgarstjórnir og maður vaknaði að morgni og þá var komin ný borgarstjórn og svo þegar maður vaknaði næsta morgun og þá var komin önnur borgarstjórn og Reykvíkingar slógu met í myndun borgarstjórna. Svona vil ég ekki sjá gerast í ríkisstjórn landsins og þess vegna held ég að það sé bara skynsamlegt að þetta vald sé á hendi forseta. Nú, það hefur svolítið verið talað hérna ef forseti misbeitir valdi. Fyrir nokkrum vikum þá var í fjölmiðlum rætt mikilvægi þess að forsetaembættið setti sér siðareglur og þær hafa ekki litið dagsins ljós ennþá og ég velti fyrir mér og vil svona bara varpa þessu hérna fram hvort það sé eitthvað sem við ættum að taka á að siðareglur forseta skuli kveða á í lögum vegna þess að það hlýtur að vera hægt að girða fyrir það að forseti misbeiti valdi sínu á stórkostlegan hátt með ákveðnum siðareglum og þá veit hann hversu langt hann má ganga og hvar mörkin liggja. Vegna þess að auðvitað getur forseti sagt nákvæmlega það sem hann vill, þar sem hann vill og við þá sem hann vill og hann getur haft ákveði vald þó það sé ekki skráð í stjórnarskrá og þó það sé hvergi skrifa þá getur forseti að sjálfsögðu beitt sér. Nú, eitt í viðbót varðandi kjörtímabilin, ég var að glugga í gær í bók sem voru ræður eftir Kristján Eldjárn og þar sagði Kristján að fáir myndu vilja vera lengur en 3 kjörtímabil á forsetastóli en nú höfum við 2 forseta sem munu sitja, 2 forseta sem munu sitja 4 kjörtímabil, er ekki rétt hjá mér, það er Ólafur og Vigdís. Þannig að 3 kjörtímabil er eitthvað sem ég held að sé bara mjög skynsamlegt. En það sem ég vil, Ásgeir var í 4, það sem ég vil svona, leggja áherslu á, það er þetta með bara siðareglur. Er það eitthvað kannski sem við ættum að taka á? Er það eitthvað sem þarf að ræða? Takk.